Komið sæl, við heilsum ykkur hérna að sunnan en við erum stödd fyrir utan félagsheimilið Kvol þar sem við ætlum að hitta Jón Ragnar sem formaður félags eldri borgara í Rangárþingi. Kíkjum aðeins á hann. Það eru 2 ár síðan að ég varð formaður hérna. Og við höfum náttúrulega verið að brasa ýmislegt. Það hefur verið mjög blómlegt starf hérna hjá félaginu. Við erum tæplega 300 félagsmenn í allri sýslunni og þetta er mjög fjölbreytt starfsemi en COVID hefur auðvitað sett sitt strik í reikninginn en við erum svona að ná okkur á strik aftur núna. Og eins og hérna í dag þá fólk að fara að spila vist, býður í ofvæni eftir að geta byrjað. En það hérna margt fleira sem við erum með, til dæmis boccia. Á sumrinu er það pútt. Við erum með sundleikfimi á sumrinu. Við erum alltaf með hörku kór hérna, 40 manna kór. Og það alls konar handverk í gangi og við reynum að gera því að koma upplýsingum að framfæri til félagsmanna hvað eina. Notum þetta til þess bæði Facebook og hérna vefsíðuna okkar og erum með alveg sérstakt átak í gangi núna að hjálpa fólki að nota tölvur og snjallsíma og svoleiðis. Og það ástæða fyrir því auðvitað því að við erum til dæmis með 2 útibú hérna á Hellu, bankaútibú á Hellu og Hvolsvelli og við sjáum fram að þau loki áður en að langinn tíma líða. Hérna póstútibú í báðum þorpunum og það lokar eftir 1 mánuð þannig að netið er hérna sífellt mikilvægara fyrir alla. Skiptir miklu máli. Jæja, nú fólk byrjað að spila, við skulum ná tali á þeim, komið með. Hvað finnst þér svona skemmtilegast við þetta félagsstarf? Það bara að vera með eldri borgurum svo almennt. Það eru bara mjög margt úr að velja. Mér finnst bara félagsskapurinn og hitta fólk og mér hefur alltaf fundist gaman að spila. Í þetta? Nú, það bara að hitta fólkið og spjalla og spila. Bara hitta fólkið. Hittast, tala saman. Við sjáum það bæði í handverkinu og í spilunum hvað fólki, það er mikilvægt að koma saman og hittast og tala saman. Ertu að vinna núna eða hver er staðan? Það helst að gá riddarana því. Nei, ég er að dabba. Þær eru aðeins hærri hérna, stöllurnar hérna á móti. Staðan í leiknum. Við erum svona rétt byrjaðar, þannig að það er ekkert að marka en þá. Það gengur á ýmsu. Hún er slæm. Já, því að makkar minn fær aldrei spil. En þú tengist nú eitthvað kórnum, segjum frá því. Já, ég er að reyna að syngja í kórnum, ég er í teinhornum og það er bara mjög skemmtilegt. Fyrirbærið það góður og þéttur hópur, farið í ferðalög til útlanda saman og sprellað eitt og annað. Og það er eins hérna í félaginu, við erum með ferðir, bæði dagsferðir og 3-4 dagaferðir. Til dæmis í sumar þá ætlum við að fara í Skagafjörð. Nú? Sem fyrir norðan. Já, að gera hvað? Bara að skoða. Æðislegt. Nóg að skoða þar. Já. Og hvert er svona mikilvægt þess að hafa svona félagsstarf fyrst þér? Það er bara mikið af fólki hérna sem býr eitt og bara nauðsynlegt að hittast og bara rosalega gaman. Að einreita teljaði mikilvægt vegna þess að það eru margir eldri borgarar sem eru orðnir einir heima og kannski hitta ekki marga en koma hingað eða í handverki til að hitta fólk. Í handverkinu kemur fólk fyrir ekki í handverki, þetta er bara með prjónuna sína og fara sér kaffisopa og hitta hina.
það er þessi mannlegu samskipti sem eru svo mikilvæg. Það er gríðarlega mikilvægt bara til að fólk hittist. Þessi félagslegi þáttur, hann er svo mikilvægur og það sem við óttumst svolítið núna eftir COVID, það er að margir hafa lokað sig af. Og við óttumst það að það veri erfitt að fá fólk aftur til að koma í félagsstarfið. Nú eru svolítið margir í þessu, þekkirðu alla? Nei. Ég var að viðurkenna það að ég bý hérna megin og þetta er öll sýslan og ég þekki ekki alla í sýslunni. Og það eru 300 félagar en eins og ég sagði áðan, það eru 900 eldri borgarar. Ég er að velta því fyrir hvar eru þeir? Af hverju koma þeir ekki líka í þessa skemmtilega uppákomur? Þannig að þú hvetur alla til þess að mæta næst? Bara gangi í félagið og vera með í spilunum, handverkinu, árshátíðinni, jólahlaðborðinu. Og nefndu það bara.